Kólossusbréfið, 1. kafli. Páll að vilja Guðs postuli Krists Jesú og Tímóteus, bróðir vor, heilsa hinum heilugu og trúuðu bræðrum í Kólossus sem eru í Kristi. Náð sé með yður og friður frá Guði föður vorum. Við þökkum Guði föður drottins vors Jesú Krist ávalt við biðjum fyrir yður. Því að við höfum heyrt trúiðar á Krist Jesú og kærleikann sem þér berið til allra heilaga, vegna vonar þeirra sem yður geymd í himninum. Þá von hafið þér áður heyrt í orði sannleikans, fagnaðar erindinu, sem til yðar komið eins og það einnig ber ávöxt og vex í öllum heiminum. Það hefur það líka gjört hjá yður frá þeim degi þér heyrðu það og lærðu það þekkja náð Guðs í sannleika. Þið sama hafið þér numið af Epafrasi, vorum elskaða samþjónið sem trúr þjóð Krist í vorð stað. Hann hefur sagt oss frá kærleika yðar sem andinn hefur vakið með yður. Frá þeim degi við heyrðum þetta, höfum við því ekki látið af að biðja fyrir yður. Við biðjum þess að þér mættu fyllast þekkingu á vilja Guðs með allri speki og skilning andans, svo þér hegðið yður eins og drottnið samboðið, honum til þóknunar á allan hátt og fáið borið ávöxt í öllu góðu verki og vaxið að þekkingu á Guði. Mætti hann styrkja yður á allan hátt með dýrðarmætti sínum, svo þér fyllist þolgæði í kvíatna og umburðarlyndi og getið með gleði þakka föðurnum sem hefur gjört yður hæfa til að fá hlutdeild í arfleið heilagra í ljósinu. Hann hefur frelsað oss frá valdi myrkursins og flutt oss inn í ríki síns elskaða sonar. Í honum eigum við endurlausnina, fyrirgefningu synda vorra. Hann ímynd hins ósýnilega Guðs, frumburður allrar sköpunar, enda var allt skapað í honum, í himninum og á jörðinni, hið sýnilega og hið ósýnilega, hásæti og herradómar, tignir og völd. Allt skapað fyrir hann og til hans. Hann fyrri en allt og allt á tilveru sína í honum og hann höfuð líkamanns kirkjunnar, hann sem upphafið, frumburðurinn frá hinum dauðu. Þannig skyldi hann verða fremstur í öllu, þegar í honum þóknaðist Guði að láta alla fyllingu sína búa og láta hann koma öllu í sátt við sig, öllu bæði á jörðu og himnum, með því að semja frið með blóði sínu útheltu á krossi. Og yður sem áður fyrir voru fráhverfir Guði og óvinveittir honum í huga eða á vondum verkum, yður hefur hann nú sáttagjört við sig með dauða Krists í jarðneskum líkama. Hann vildi láta yður koma fram fyrir sig heilaga og lítalausa og óaðfinnanlega. Standið aðeins stöðugir í trúnni, grundvallaðir og fastir fyrir og hvikið ekki frá von fagnaðarerindisins, sem þér hafið heyrt og predikað hefur verið fyrir öllu sem skapað undir himninum og ég, Páll, orðin þjónn þess. Nú ég glaður í þjáningum mínum yðar vegna, það sem enn vantar á þjáninga Krists uppfylli ég með líkamlegum þjáningum mínum, til heilla fyrir líkama hans sem kirkjan. En hans þjónn í orðin samkvæmt því hlutverki sem Guð hefur mér á hendur falið yðar vegna. Að flytja Guðs orð óskorað, leyndardóminn sem hefur verið hulinn frá upphafi tíða og kynslóða, en nú hefur hann verið opinberaður Guðs heilugu. Guð vildi kunngjöra þeim hvílíkan dýrðarríkdóm heiðnu þjóðirnar eiga í þessum leyndardómi, sem Kristur meðal yðar, von dýrðarinnar. Hann boðum við áminnum sérhvern mann og fræðum með allri speki til þess að við getum leitt hvern mann fram fullkominn í Kristi. Að þessu strita ég og stríði með þeim mætti sem kröftulega verkar í mér. Kólossusbréfið, 2. kafli. Ég vil að þér vitið hversu hörð barátta mín vegna yðar og þeirra í Latíókeu og allra þeirra sem ekki hafa séð mig sjálfan. Mér langar að þeir uppörvist í hjörtum sínum, sameinist í kærleika og öðlist gjörvalla auðleg þeirrar sannfæringar og skilnings sem veitir þekkinguna á leyndardómi Guðs Kristi. En í honum allir fjársjóðu spekinnar og þekkingarinnar fólgnir. Þetta segi ég til þess að enginn tæli yður með áráðustali, því að ég hjá yður í andanum, þótt ég sé líkamlega fjarlægður og ég horfi með fögnuði á góða skipan hjá yður og festu yðar í trúnni á Krist. Þér hafið tekið á móti Kristi drottni Jesú, lifið því í honum, verið rótfastir í honum og byggðir á honum staðfastir í trúnni eins og yður hefur verið kennt og auðugir að þakklátsemi. Gæti þess að enginn verði til að hertaka yður með heimspeki og hégómavillu sem byggist á mannasetningum runnið frá heimsvættunum en ekki frá Kristi. Því að í honum býr öll fylling guðdómsins líkamlega og í honum sem höfuð hvers konar tignar og valds
hafið þér öðlast hlutdeild í þessari fyllingu. Í honum er þér einnig umskornir fyrir umskurn sem ekki er með höndum gjörð, heldur með umskurn Krists við að afklæðast hinum synduga líkama, þegar þér voru greftraðir með Kristi í skírninni. Í skírninni voru þér einnig með honum uppvaktir fyrir trúna á mátt Guðs, vakti hann upp frá dauðum. Þér voru dauðir sökum afbrota yðar og umskurnar-leysis, en Guð lífgaði yður ásamt honum þegar hann fyrirgaf oss öll afbrotin. Hann afmáði skuldabréfið sem þjakaði oss með ákvæðum sínum. Hann tók það burt með því að negla það á krossinn. Hann fletti vopnum, tignirnar og völdin, leiddi þau opinberilega fram til háðungar og hrósaði sigri yfir þeim í Kristi. Enginn skyldi því dæma yður fyrir mat eða drykk eða það sem snertir hátíðir, tunglkomur eða hvíldardaga. Þetta er aðeins skuggi þess sem koma átti, en líkaminn er Krists. Látið þó ekki taka af yður hnossið sem þykjast af auðmýkt sinni og engladýrkun og státa af sínum. Þeir hrokast upp af engu í hyggju holds síns og halda sér ekki við hann sem er höfuðið og styrkir allan líkamann og saman tengir taugum og böndum svo að hann þróast guðlegum þroska. Ef þér eru dánir með Kristi undan valdi heimsvættana, hvers vegna hægið þér yður þá eins og þér lifðuð í heiminum og látið leggja fyrir yður boð eins og þessi? Snertið ekki, bragðað ekki, taktu ekki á. Allt þetta er þó ætlað til að eyðast við notkunnina, mannaboðorð og mannalærdómar. Þetta hefur að sönnu orð á sér speki, slík sjálfvalin dýrkun og auðmýking og harðneskja við líkamann, en hefur ekkert gildi, heldur er til þess eins að fullnægja holdinu. Kólussubréfið 3. kafli. Fyrst þér því eruð uppvaktir með Kristi, þá keppist eftir því sem er hið efra, þar sem Kristur situr við hægri hönd Guðs. Hugsið það sem er hið efra, en ekki það sem á jörðinni er. Því að þér eru dánir og lífiðar er fólgið með Kristi í Guði. Þegar Kristur sem er lífiðar opinberast, þá muni þér og ásamt honum opinberast í dýrð. Deyðið því hið jarneska í fariðar, hórdóm, saurlifnað, losta, vonda fýsn og ágind, sem ekki er annað en skurðgoðadýrkun. Af þessu kemur reiði Guðs yfir þá sem hlýða honum ekki. Meðal þeirra voruð og þér áður, þegar þér lifðuð í þessum syndum. En nú skuluð þér segja skilið við allt þetta. Reiði, bræði, vonsku, lastmæli, svívirðilegt orðbragð. Ljúgið ekki hver að öðrum, því þér hafið afklæðst hinum gamla manni með gjörðum hans og íklæðst hinum nýja sem endurnýjast til fullkominnar þekkingar og verður þannig mynd skapara síns. Þar er ekki grískumaður eða gyðingur, umskorinn eða óumskorinn, útlendingur, skíti, þræll eða frjáls maður. Þar er Kristur allt og í öllum. Íklæðist því eins og Guðs útvaldir heilagir og elskaðir hjartans meðumkunn, góðvild, auðmýkt, hóværð og langlindi. Umberið hver annan og fyrirgefu hver öðrum ef einhver hefur sök á hendur öðrum. Eins og Drottinn hefur fyrirgefið yður, svo skulu þér og gjöra. En íklæðist yfir allt þetta elskunni sem er band algjörleikans. Látið frið Krists ríkja í hjörtum yðar, því að til friðar voru þér kallaðir sem limir í einum líkama. Verðið þakklátir. Látið orð Krists búa ríkulega hjá yður með allri speki. Fræðið og áminnið hver annan með sálmum, lofsöngum og andlegum ljóðum og syngi Guði sætlega lof í hjörtum yðar. Hvað sem þið gjörið í orði eða verki, gjörið það allt í nafni Drottins Jesú og þakkið Guði Föður fyrir hann. Þér konur verið undirgefnar mönnum yðar eins og sómir þeim er Drottni heyra til. Þér menn elskið eiginkonur yðar og verið ekki beiskir við þær. Þér börn verið hlýðin foreldrum yðar í öllu, því að það fer þeim vel sem Drottni heyra til. Þér feður verið ekki vondir við börn yðar svo að þau verði ekki ístöðulaus. Þér þrælar verið hlýðnir í öllu jarneskum drottnum yðar, ekki með augnaþjónustu eins og þeir mönnum vilja þóknast, heldur í einlægni hjartans og í ótta Drottins. Hvað sem þér gjörið, þá vinnið af heilum huga eins og Drottin ætti í hlut en ekki menn. Þér vitið og sjálfur að Drottin mun veita yður arfleiðina að launum. Þér þjónið Drottni Kristi. Sá sem rangt gjörir skal fá það endurgoldið sem hann gjörði rangt, og þar er ekki manngreinar álit. Markus, sambandingi minn, biður að heilsa yður, svo og Markus, frændi Barnabasar, sem þér hafið fengið orð Ef hann kemur til yðar, þá takið vel á mót honum. Ennfremur biður Jesús að viðurnefni Jústus að heilsa yður.
Þeir eru nú sem stendur einu umskornu samverkamenn mínir fyrir Guðs ríki og hafa þeir verið mér til huggunar. Einnig biður Epafras að heilsa yður, sem einn úr yðar hópi. Hann þjónn Krists Jesú og berst jafnan fyrir yður í bænum sínum til þess að þér megi standa stöðugir, fullkomnir og fullvissir í öllu því sem vilji Guðs. Þann vitnisburð gef ég honum að hann leggur mikið á sig fyrir yður og þá sem eru í Laodíkeu og Híerapólis. Þá biður hann Lúkas að heilsa yður, læknirinn elskaði og Demas. Berið kveðju bræðrunum í Laodíkeu, einnig Nímfu og söfnuðunum sem kemur saman í húsi hennar. Og þegar búið að lesa þetta bréf upp hjá yður, þá látið líka lesa það í söfnuði Laodíkeu manna. Lesið þér og bréfið frá Laodíkeu, segið Arkipussi, gættu embættisins sem þú hefur tekið að þér í drottni og ræktu það vel. Kveðjan skrifuð með minni Páls eigin hendi. Minnist fjötra minna. Náð sé með yður.